Það hefur ýmislegt gengið á og nú eru hérna komnir 2 vænghelmingar. Og það næsta sem þarf að gera er að líma þá saman. Til þess er notuð þessi spýta hérna og þetta er bara eins og mjög venjulegt svona módel. Maður límir bara þessa spýtu inn í annan vænginn og límir síðan hinn vænginn upp á. Nú ætla ég að undirbúa að líma þetta stykki hérna, þennan bita inn í vænginn hérna og þetta situr hér í og liggur upp að krossviðarstykkjunum sem við límdum hérna við vængbitann áður, en það er ekkert sem að heldur við hérna megin, þannig að í rauninni þarf ekki að setja lím hér upp á. En það sem ég ætla að gera er að ég ætla að merkja hérna við og hérna, þannig að ég sjáu sko hvað þetta fer langt inn í, og að því að ég geta, að því að þessi vængur er þannig settur, þá merki ég hérna við rifið, næsta rif, báðum megin við það, því þá get ég sett lím, þegar ég byrjar að renna þessu niður, þá get ég sett lím hérna á þetta, þannig að það límist við rifið hér. Nú ætla ég sem sagt að bera vel af epóxylími hérna á þetta og líma þetta fast. Hérna er ég búinn að blanda epóxylím, það er þessi tegund hér sem ég nota og ég ætla að setja hér á þetta. Þetta fer síðan hérna inn í vænginn og fer aldrei út aftur vonandi. Í rauninni þarf ekkert að setja nema bara á þessa hlið, vegna þess að það er ekkert annað sem kemur við. Svo hérna endinn, hann kemur við. Nú ætla ég að renna þessu hérna inni og vona að það fari ekki lím út allt. Svona. Þetta lím hér verð ég að hreinsa vel í burtu. En á meðan að þetta situr svona, þá ætla ég að setja lím hérna ofan á það sem að þetta rennur í gegnum annað rifið. Og kannski smávegis hérna líka. Svona. En nú þarf ég að passa mig að það sé ekkert lím hér, vegna þess að þegar þetta er harðnað, þá þarf ég að renna hina vegnum upp á, þá setja ég lím á rifið líka, en núna þarf þetta að fá að setja svona og ég ætla að finna eitthvað gott verkfæri til að taka þetta lím. Það besta er nú bara svona smá balsabútur og kannski tissue. Þurrka þetta vel af. Þarna má ekkert vera til þess að hindra að hinn vængurinn komist upp á. Svo, nú er búin að skafa það mesta í burtu. Þá þurrka ég allt sem þarna er aukalega. Svona. Hérna gæti maður svo sem sett á líka eina klemmu. Það er nú ekki vitlaust. Það var eina þvingur hérna á þessu, það má nú passa sig hérna með frambrúnina sko. Kremji hann ekki, þetta þarf ekkert svo sem að þvinga þetta, bara rétt að halda þessu á sínum stað. Rifin hérna, þau halda þessu nokkuð réttu.
Nú ég bara að bíða eftir að þetta lím harðni og halda síðan áfram með hinn vænghelminginn. Jæja, nú ég tilbúin að fara að líma þetta saman. Þetta orðið hart hérna. Ég búin að undirbúa með því að setja límband á rótina á báðum vængjónum. Það vegna þess að ég ætla að nota það mikið lím að það kemur til með að gubbast aðeins upp og lím sem fer út fyrir gerir ekkert gagn. Það bara fyrir og endar með því að ég þarf hvort þið að hreinsa það frá. Þannig að það er gott að hafa hérna smá límband. Svo eftir þá get ég notað rauðspritt eða eitthvað til þess að þrífa burtu límið sem kemur út og þá rótin alveg, eða miðjan á vængnum, alveg hrein og fín. Hérna ég með 2 litla krossvegarkubba. Ég ætla að leggja þá hérna á miðjuna á eftir til þess að halda þessi réttu. Ég þarf klemmu náttúrulega til að halda þeim. Og hér hún. Svo ég með svona trefjalímband. Þetta alveg gríðarlega sniðugt. Þetta óbóðslega sterkt. Það engin leið að slíta þetta. Ég ætla að nota þetta til þess að halda vængjónum saman á meðan það að harðna. Og þá þarf ég náttúrulega hníf til þess að skera þetta lím. Þá bara að byrja að gluða líminu á. Og það þarf að fara lím hér á þetta. Á spýtunum sem kemur inn í og á rótina sjálfa. Þannig að það er best að byrja bara hér. Alveg eins og á með hinn endan á þessu þá þarf þetta að stingast og setjast og límast. Svona. Bara að hafa nóg af þessu. Allt í lagi að setja smá í sérna endan. Og svo á rifið. Það gerir ekkert til þó maður noti of mikið lím hérna. Það bara betra. Þegar maður síðan þrýstir vængjónum saman, þá fer það lím burtu sem það þarf ekki að vera, en hitt gerir allt það gagn sem það getur. Svona. Leyfa þess aðeins að líða hér. Setja restina af líminu á þessa rót. Það ekki mikið eftir. Ég hélt að þið hefði búið til alveg helling af lími. En greinilega ekki. Þetta svo sem allt í lagi það. Svona. Nú þarf ég að stinga þessu saman og það í sjálfu sér afskaplega einfalt. Það bara rennur þessu hérna saman. Maður sér inn í þannig að maður getur stýrt þessu á réttan stað. Svona. Og skrapaðist pínlítið lím hérna. Það getur sett þetta hérna innan í. Svona. Sko. Nú gubbast hérna upp. Og aðeins hérna líka. Nú þarf ég að fara að nota límbandið. Setja þetta hér. Það getur nú verið dálítið klaufalegt svona ef maður veit með þetta. En ég hef
30 mínútur, þannig að svo framlega sem ég er ekki lengur en það, þá ætti þetta að vera allt í lagi. Damn. Nú skemmdi ég helling, jæja. Þetta þarf ég að laga. Hérna var ég klaufi. Þetta kemur fyrir. Svona. Damn. Fyrsta krassið. Og hérna. Þetta trefjarlimband er þeim göldrum gætt að ef maður lífir það í sjálfstöð þá vill það eiginlega ekki losna aftur. Það er eftir að segja það gerir það ekkert að sjálfu sér. Þess vegna er mjög gott að einmitt toga svona yfir og líma það niður á sjálft sig. Svona. Svo ætla ég að setja smá bút hérna og þessar plötur hér. Það er eiga að halda vagnin þannig að það snúist ekkert upp á hann. Nú situr hann ansi skemmtilega. Ég er búinn að þarna gluða epoxylími hér út allt. Þannig að nú ætla ég að ná mér í tösku. Og þennan skemmtilega vökva. Það er sérlega góð lykt á honum en hann hreinsar epoxy eins og ég veit ekki hvað áður en það harðnar. Líma hérna. Já. Og svo renni ég bara hérna á samskeytin. Það fer límið sem er komið upp úr í burtu. Svona. Ég þarf ekkert að velta því fyrir mér seinna að ná því af. Það er bara farið. Svona. Nú þarf vængurinn að fá að sitja hérna. Það skiptir svo sem ekki máli hvernig hann situr. Látum við bara vera hérna til hliðar aðeins. Því að við getum merkt við núna að númer 41 er búið.